Það hafa orðið breytingar í hvernig við hugsum ylvatn og hvernig við nálgumst hugmyndina ylvatn. Það hefur alltaf verið þannig að tískuhúsin stóð á baku ylvatnin. Þannig að það voru Dior ylvötn, það voru Chanel ylvötn, það voru Yves Saint Laurent ylvötn, það voru Balmain ylvötn, það voru Thierry Mugler ylvötn, það voru Halston ylvötn, það voru Calvin Klein ylvötn, að þetta var á bakvið tískuhúsin. Það góða við þetta var að þessi tískuhús ætluðu sér að vera til í 100 ár eða 200 ár og sumir á góðri leið með það, sem þýddi að þau mega náttúrulega alls ekki klikka á ilmið vegna þess að þá skemma þau sín ímynd. Það sem síðan fór að gerast var að poppstjörnur og fyrirsætur fóru að gera ylvötn. Þetta fólk verður ekki frægt í 100 ár. Þetta er fólk sem er frægt í 1 ár og í mesta lagi 5 ár. Þannig að það skiptir ekki öllu máli hversu vandað er til, af því að þetta er snöggsala. Erlendis eru þessi ylvötn jafnvel ekki útstilt á sama stað og tískuhúsa ylvötnin, af því að þau þykja vera skör neðar. Við erum svolítið nýrík við Íslendingar að fyrirsætu ylvötnin og söngkonu ylvötnin og fótboltastjörnu ylvötnin, þau lenda hjá tískuhúsa ylvötnunum sem er ekki alveg eins og þetta vera. En svo er komin ný þróun og það eru svokölluð bespoke ylvötn. Það er fólk sem er ekki almennt þekkt, heldur fólk sem ákveður af áhuga að búa til ylvötn, og þar vil ég kannski að hluta til setja mig og mín ylvötn. Það veit enginn í útlöndum hver ég er. Ég er náttúrulega nokkri vinir og kunningjar í gegnum tíman, en það veit enginn hver ég er, þannig að ég vil meina að mín ylvötn sé meira bespoke ylvötn, og síðan skiptir, kannski verð ég frægur ef ylvötni ganga vel, það verður kannski frægur á fleiri stöðum með ég er, en ég er orðinn það fullorðinn að ég byrjaði svo seint á þessu. Ætli ég verð ekki dauður þegar ég er frægur. Það hefur komið fyrir annars marga.